og ég ætla að segja frá hvernig dagurinn var hjá mér 17. apríl 2007. Snemma morguns þá fór ég á morgunverðarfund hérna á Grand Hotel því að nokkur kvennasamtök höfðu það boðað til funda með fulltrúum stjórnmálaflokka launamismuninn og það var Lilja Mósesdóttir var ein af þeim sem flutti framsögu. Og það sem ég man sérstaklega eftir á fundinum, það voru líflegar umræður fyrirbæri sem að kalla var vinnukonu kerfisins og þetta sprettur á umræðu sem Margrét Pála hóf, held ég, í Silfri Egils nýlega. Nú, síðan í hátíðinu, það sem gerðist annars í dag, að í hátíðinu þá hitti ég skólasystur mínar og viðskiptafræðinni. Við fórum saman út að borða á Primavera í Austurstræti og spjölluðum alla heima og geima og sérstaklega ræddum við það að við höfum ákveðið að í miðbik júní þá ætlum við skólasysturnar að fara til Vestfjarða og hitta skólasyskin okkar sem eru þar og við hlökkum ákaflega mikið til þeirra að fara. Nú senast síðdegis þá lenti ég í dálítið miklu basli vegna þess að ég á námskeiði núna í netleikjum eða netheimum og ég ætlaði að prófa kerfi sem heitir Second Life. Var búin að prófa það heima hjá mér í gærkvöldi og allt gekk vel, en svo því ég prófaði í vinnunni þá lenti ég í barningi vegna þess að vinnutölvan lokaði, það lokaður umhverfi eins og gjarnan í skólum eða fyrirtækjum. Og ég komst ekki í gegnum svokallaðar proxy stillingar og ég var svona örugglega 1-2 klukkutíma að finna út úr því hvernig ég leysti það tæknilega vandamál með að fara svona einhverja hjáleið og þegar ég var búin að því og var búin að komast og tengjast, þá var fundurinn búinn og ég fann ekki fólkið sem ég hafði ætlað að hitta í netheimum. Nú, það sem ég gerði svo að ég sinnti fjarkennsluna og skrifaði nemendum bréf og leiðbeindi nemendum á netinu, en síðan þá fór ég klukkan 7 kvöldið, þá fór ég á leirmótunarnámskeið hjá Ásrúnu og það sem við vorum að gera var að við vorum að undirbúa rakúbrennslu, að búa til hluti sem við síðan ætlum að brenna í glerungsbrennslu, sem að nefna rakú. Og við ætlum